Velkomin í bókahilluna, hlaðvarp frá Forlaginu. Í þáttunum verður fjallað bókmenntir, höfunda og það sem efst á baugi í heimi bóka og útgáfu. Við ræðum nýjar útgáfur, fáum innsýn í vinnu höfunda og skoðum áhrif bókmennta á samfélag og menningu. Bókahillan vettvangur fyrir umræðu íslenskar og erlendar bókmenntir í umsjón Forlagsins. Já, verið velkomin í bókahilluna, hlaðvarp Forlagsins. Ég heiti Vilhelm Netto og í dag ég svona að sjá maður vera spyrillinn eða einhvern veginn svona þáttastjórnandinn í þessu hlaðvarpi og með mér hérna Sævar Helgi og við höfum áður verið í hlaðvarpi en ekki alvöru hlaðvarp. Það var fyrir Icelandair en það var líka sólur myrkva. Já, smávegis, var ekki aðalega norðurljósin og hvernig norðurljósin eru fake. Jú, mest svo eftir að birta hérna, þegar allavega þetta sagt, þá eftir að birta partinum sólmyrkvan. Sko. Já, einmitt, það var svona, já, þá var ég svona meira að leika svona samsæriskenninga. Já, varstu að leika? Já, við sjáum bara til. Kemur í ljós. Sjáum bara hvernig þátturinn í dag þróast. Yes, ekki spurning. Nei, ert þú búin að vera að lenda í eitthvað svona fólki að hafa samband við þig? Já, það gerist reglulega, stundum veit ég þekki í símanúmerinn, þannig að þegar ákveðnir aðalar hringja þá bara svara ég ekki í síman, sko. Er alltaf fólk að hringi í pirrað eða meira svona leiðrétta þig? Nei, ekki pirrað, oft þetta fólk bara sem tala frá hjartanu og að leita sér á upplýsingum og ég reynir nú að svara því þannig, en svo hringja sumir aftur og aftur, síendurtekið og það bara hálftíma spjall allt milli himins og jarðar, en oftar en ekki einhvers konar svona samsæriskenningar og tengja skemmurum eða fljúgandi fyrir hlutum með einhverju slíku. Já, einmitt. Og ég hef svona takmarkað þolinmæði fyrir því, en ég bara svo meðvirkur, ég held alltaf fram, já, akkurat, einmitt og segi það, akkurat, já, það góð spurning. Já. Ég lendi því reglulega. Já, ég skil það vel, sko, ég man einmitt stutt eftir svona fyrstu 2 skaupin, þá þurfti að taka númerið út af já.is og fólk var að fara svo mikið að ringja svona 1. janúar eða 2. janúar eða eitthvað svona. Já. En ég var að spá í grínið eitthvað svona, það kemur manni tips og eitthvað, Takk fyrir það. En náttúrulega þegar maður kannski birtist reglulega á skjám í stofunni hjá fólki og í eldhúsinu í útvarpinu, þá kannski finnst því stundum eiga pínu heimtugu að heyra í manni. Sem er sko skiljanlegt, finnst mér. Eða bara ekki spurning. Ég oft þegar fólk einhvern veginn svona stoppa mann út á götu eða við fá spjallaðum en eitthvað svona, þá maður bara maður búin að vera einmitt að mæta á skjáin þeirra, skilur maður þarf einhvern veginn að sinna því. Að díla því og oftast svona frekar létti lindi bara, en það kemur fyrir maður í vondan dag og þá nennir maður ekki alveg kannski þessum tilteknum samræðum, en bara ít á play og spila með. Já, einmitt svona ákveðin svona framkomu útgáfa á sjálfum sér. Já, akkurat. Það samt magnað og þú gerir þetta eflaust líka í þinni leiklist þegar þú ferð á svið, þá náttúrulega bara í einhvern veginn kemur annar Villi Netto fram og þú getur átt ömurlegan dag en samt performað bara eins og ekkert sé að og ekkert hafa ískorist og þetta svolítið skrítið, þetta svona svipaði sem þegar maður heldur fyrirlestum, maður setur sig í stellingar, opnar sig sem einhver ákveðin karakter bara og svo kannski stekkur maður þess niður eftir á. Þannig að þetta svolítið magnað. Þetta aldrei þannig. Þú ert líka svona upplifa þá þennan svona Jekyll and Hyde in a gæsalappa. Já, bara reglulega, ég get bara nefnt að í gær þá átti ég ekkert sérstaklega góðan dag, sko, bara þreyta og svona vonleysi, eitthvað sem bara kemur upp reglulega þegar maður stendur í ströngu og svo þurfti ég að halda fyrirlestur kvöldið og þá bara þarf maður að þykist hafa átt dásamlegan dag og brosa og hlæja og ekkert mál. Já. En svo líka reyndar, svona kemur það manni aftur í betri skap bara, fá að vera sá karakter stundum. Já. Stundum bara smá lækning. Jú, það hjálpar alveg, það mitt hjálpar. Svo, sko, talandi þetta, fólk að hringi og tala eitthvað samsæriskenninga, hvert þitt álit einmitt á svona, hvað var það geimverur? Já, sko ég oft spurður trúur á geimverur og ég segi alltaf, ég veit að geimverur til að því við erum geimverur, við búum svo sannlega í geiminum og ef einhvern tímann koma aðrar heimsókn þá erum við sannlega geimverur fyrir þeim, en það auðvitað ekki það sem fólk að spyrja hvort það séu til aðrar þar að segja og því sé alltaf, það hlýtur að vera en ég efist stórlega það sé að heimsækja okkur og ástæðan bara svo að vegalengdir í geimnum eru svo gigantískar að jafnvel þú ferðist á brjálæðslega miklum hraða, jafnvel broti úr ljóshraða að þá taka ferðalögin þín allavega svona hundruð eða þúsundir ára að minnstakosti og jafnvel ennþá lengur. Þannig að bara einhvern veginn náttúran setur því skorður að ferðast milli stjarna, ekki nema búið til einhvers konar svona kynslóðskip, þar sem bara hver kynslun og fætur annarri er í skipinu, en það samt brjálaður tími sem fer í þetta og brjáluð orka og
Eðlisfræðin kannski svolítið kemur í veg fyrir ferðalög milli stjarna, Einmitt. því miður. En svo líka svolítið skemmtilega sko, því að ég sennilega einn af þeim sem horfi hve mest til himins af öllum á Íslandi. Já, Og við erum með myndavélar sem vakta himininn og erum að sýna fólki stjörnunar og svona. Við sjáum aldrei neitt dularfullt. Svo Nei. fer bara Nonni út í bæ eða Jóna út að labba með hundin sinn og þá allt í einu allt fullt af fljúgandi furðuhlutum. já, Já, fólki sem þekkir himininn ekki neitt. já, einmitt. En aldrei kemur þetta neitt fram á vídeónum okkar en einu slíku sko. Þannig að það er eitthvað dularfullt þarna í gangi. Nei, og ef það þá er það í hrottalegum gæðum, sko. Já, fyrir það er allir með alveg geggjaða símamyndavélar í vasanum. Já. Með frábæri upplöstunum, samt er þetta alltaf rosalega óskýrt og skrítið. Já, I'll believe it when I see it, sko, bara Já. alvöru. Akkurat. Það er náttúrulega alls konar kenningar, sko. Sumum finnst að við hefðum ekki átt að senda skilabót í geim að við værum hér. Þá getur það fundið einhverja veru sem væru meiri kvíðavarðandi nýtt lífriki og myndi þá bara ráðast á okkur sumir Já, halda. já. Það er mjög skemmtileg pæling að því að ef þú ert allt í einu mættur inn í frumskóg Já. og þú veist að það eru ljón eða hvað það er sko, Já. þú myndir ekkert öskra út í frumskógin til þess að draga þau til þín. Hér er ég! Já, komdu éttu mig. Já. Og það er mjög skiljanleg pæling en við höfum gert þetta óafvitandi að hrópa út í frumskógin Já, bara með því að senda út útvarpsbylgjur hingað og þangað. já, einmitt, Það er bara að leka frá jörðinni. Þannig að þær hafa lekið frá jörðinni svona 80-90 ára eða svo. Ok, Þannig að í svona 80-90 ljósara fjarlægð frá jörðinni er 1000 stjarna sem að geta haft sína reyn plánendur og jafnvel líf sem geta þá heyrt í jörðinni og jarðarbúum. einmitt. En þau þurfum náttúrulega að tjúna hárétt að tíðni til þess að heyri okkur en allavega við erum búin að láta alheiminn vita af okkur. Reynda bara mjög stutt með hvað vetrarbrautin er stór og svona. Já. En kannski svarar einhver kallinu, vonandi. Geimver að keiri 90 ára fjarlæð einhvern veginn. Hello Já. my baby, hello my... Nákvæmlega, hvað er þetta? Akkurat. Það geta alveg gerst. Það geti við. Já, en svo er líka skemmtileg pælingi því að nú erum við að breyta því hvernig við sendum upplýsingar á milli okkar. Já. Við notum til dæmis meira hlaðvörp og þess að þar sem er ekki sent á einhverju tíðni út alla trissur. Þannig jörðin er líka smá saman að hljóðna. Já. Kannski eru vitsmunaverur bara hávarar í smá tíma en ekki til eilíðanús. Það hljóðnast þess að á þeim þegar að tæknin breytist. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega, sko, ótrúlega áhugavert. Ég ætlaði að spyrja að því hvort þú fáir einhvern tímann, sko, kærastan mér fær kannski meira að því ég fæ það stundum svona einhvers konar víðáttufælni, sko, Já. þegar þú ert að horfa svona lengi upp. Ég ætla, sko, mér finnst kannski besta dæmi, ég var með svona app sem getur beint svona upp og sýnir hvað stjörnur eru hvar, Já. að hverju sinni. Svo gleymdi ég að loka appinu á þenni beint í símanum niður. Þá fattaði ég að það væri stjörnur fyrir neðan mig og ég bara, það bráspá. Já, svona sem var að detta. Já. Já, akkurat. Við erum á neti sem er að detta í kringum stjörnu. Já, já. Og það er hálffurðulegt. Það er bara þyngdarkrafturinn sem heldur okkur þarna einhvers staðar á sveimi. Einmitt. Við dettum stöðu í kringum sól sem dettur í kringum vetrarbraut. Alls þar í kringum okkur eitthvað að detta út allt. Já. Í allar áttir. Já. Þannig að ég skil alveg þessa tilfinningu og svona tilfinningin að þetta sé svolítið stórt og óþægilegt víðáttu fælni og eins og sért að mitt að rasa. Já. Þannig ég skil alveg fólk sem að fyllist pínu óryggi gagnvart þessu en ég fyllist það ekki sjálfur. Mér finnst til dæmis hafið miklum óþægilegra. Bara vera í hafi og sjá ekkert niður. Já. En kannski er þetta svipið tilfinning. Einmitt og ímynda er bara mörg 100 árum fyrir, sko, þegar bara menn voru bara einhverjum viðabátum Já. út á haf. Akkurát og svo kannski 3-4-5 kílómetra hana eitthvað niður. Það er svolítið bilað. Það er nefnilega galið. En förum þá bara í Sólmyrkvar, Já. sem er nýjasta bókin, sem hann Elías Rúni myndlisti svona vel. Já, hann er náttúrulega algjörsnilligur og hefur myndlýst allar þessar bækur í þessari röð sem heitir Vísindalæsi og þetta er númer 7 held ég örugglega. Skoðum þetta. Jú, númer 7. Akkurat. Og bara þessari röð hefur verið býsna vel tekið. Já. Fyrir það er ég afskaplega þakkláttur. Og svo var ég óskaplega þakkláttur fyrir 2 árum því ég spurði Sigþrúði og aðra hér hjá forlaginu hvort þau var ekki til í að taka þátt í gleðinni sem yrði 12. ágúst og gefa út fræði bók fyrir krakka skemmtilega sem fjallar sólmyrkva. Já, og sem náttúrulega kemur með sólmyrkva gleru. Nákvæmlega, fylgja gleru með sem er sett í þennan fína vasa, þannig að maður er alltaf undirbúin fyrir alla góða myrkva sem að verða á næstu árum. Já, einmitt, ég elska þetta sé sko, þessi bók sé alveg góð næstu 1000 árin. Já, þú ert einmitt með lista þarna líka yfir alla myrkva sem verða á Íslandi fram til ásins 3000. Já. Síðasti myrkvinn sem við getum notið þangað til verður 2974 og það verður til dæmis besti staðurinn á Akureyri. Já, þá verða loksins á Akureyri. Já,
Það langt á milli þar. Já, það gerist síðast á Akureyri 1469 Einmitt. og næst 2974, þannig að 1505 ára á milli. Hvorki meira en að minna. Myndi gott að geta notað þessa bók til þess að halda sig vakandi þarna 2196. Já, hvað verður gamall þá? Æ, ég veit það ekki. Örugglega bara 80 Rosa gamall. 80 eitthvað, ég veit það ekki. Við stólum á læknisfræðina og hún tryggir langlífi. Svona haus í svona formalíni eins og gert í Futurama. Já, herri, þá nú heppilegt sko. Það hægt að fá plastsólmyrkvagleru sem leysist ekki upp í vaskkrukkunni. Já, eða bara setja bara umkringja bara Já, sólasíu fyrir framann. Já. Geggjað. Sko, þú upplifðir almennilega sólmyrkva þarna í Indónesíu. Já. Hvað varstu gamall þá? Herði, það fyrsti myrkvinn sem ég eldi. Þá ég 32 ára. Það í mars árið 2016. Það árið eftir myrkvann sem varð líka í mars 2015, sem var svona verulegu deildarmyrkvi, þar sem ég fekk á fluguhöfuð að gefa allum börnum á Íslandi gleru, sólmyrkvagleru. Já, það var mars 2015, já, alveg rétt. Það var hann og hann var 97% deildarmyrkvi í Reykjavík, 99,7% mest á Austurlandi og munurinn á þessu pínlitla prósentundi sem upp á vantar bara dagur og nótt og heiminn og haf og ég hafði aldrei fyrir 2016 séð almyrkva á sólu. Nei. Þannig að ég ákvað ásamt 2 vinum mínum að ferðast allaleg hinum inn á jörðina í 24 klukkustundir til þess eins að vera undir skugga tungsins í minna að við 2 mínútur og 20 sekundur eða eitthvað svo leis og var það þess verði? Heldur betur. Já, það er svona skemmtilegt að tala þetta í bókinni. Já, bókin byrjar á svona pínu persónulegri sögu mitt. Þegar ég upplifa sólmyrkva í fyrsta skipti, þá það er 11. ágúst 99 og ég man eins og það gerist í gær. Þá las ég í dagblaði, sem náttúrulega mjög frumstætt fyrir mjög marga í dag, en að þann morgun færi tunglið fyrir sólina hluta til frá Íslandi séð og maður geti séð það með því að fara varlega og svona. Ég átti engin gleraugu þá en eitt slíkt og hafði ekki einu sinni heyrt sólmyrkvagleraugu, en ég átti stjörnukíki og ég fór út með hann og varpaði sólinni gegnum lítinn sjónauka á blað og það sem við blasti að bara passaði mig að horfa aldrei gegnum sjónaukan til þess að bara skemmi ekki í mér augun, það bara svona svo að setja 2 stækkunagler beint fyrir framann og steikja þau, ekki gera það en ég varpaði myndinni gegnum lítinn sjónauka og á spjald og það sem við mér blasti fannst mér alveg gullfallegt og alveg magnað og bara ég varð forviða því ég sá það því að sólin var ekki fullkomin kúla, hún heldur ekki hálf, hún var meira svona sig þegar svona banani. Já. Og þetta hafði ég aldrei séð áður, fannst stórfurðulegt og ég las líka í bók að 27 löngum árum síðar yrði almyrkvi á sólu, sjáanlegur og það væri bara engu líkt en það gerist bara svo sjaldan fyrir hverjum tilteknum stað að besta leiðin til að sjá almyrkva er annarkvort að ferðast eða bíða heima hjá þér nógu lengi og vona að þú lifir undir almyrkva slóð. Það tekur aðeins lengri tíma í flestum tilvikum, spurðu bara akureyringarna sem við myndist á hann sko. Þeir fá gott veður á sumrin sko, en þeir fá ekki almyrkvann eins reglulega við. Ekki alveg eins reglulega, en svo gerist það með 2015, við gáum þessi gleraugu og síðan árið síðan þá bara ég verð að sjá almyrkva. Þannig að við fórum þá árið síðan til Indónesíu og það var virkilega skemmtilegt. Ætla að séu aðalega fullorðnir að horfa á það, en svona þegar fullorðið fólk skemmtir sér stundum þá fæði sér einhver ákveðnan drykki. Og þetta var 3 vikum fyrir almyrkvann í Indónesíu. Þá hafði ég fengið mér nokkra drykki ásamt vinum mínum og ég sagði, herri strákar, eigum ekki bara fara í ferð til Indónesíu? Já, það var þannig. Það var svoleið sko. Og þeir bara, jú, ekki máli. Þannig ég fór bara aðeins afsíðis og fór að panta þeir ferðina og svo bara, shit, hvernig ég að borga þetta? Einmitt. Af því þetta er engin smá ferð. En já, svo mættum við pínlitla eyðeyju, þar sem maður átti að bíða eitthvað tjöld og matur og drykkir og þegar við mættum eyðeyjuna eftir 24 klukkustunda ferðalag að þá var það upp í fótur og fit vegna þess að aðrir ferðamenn höfðu verið fyrir til að mæta á eyjuna og stálu tjöldunum okkar, matnum okkar og drykknum okkar. Já, við bara mættum sá þarna mat og drykki og tjöld og ákveðu bara að taka þau, vissu að það var annar hópur að koma og mútuðu svo lögreglufólkið að halda okkur fjarri. Þannig við vorum alls laus okkur eyði í Indónesíu og bara þurftum að dúsa og sofa undir berum himni. Komið frá Íslandi líka, hvað? Já. Hvað voru þessi ferðamenn, manstu það? Þeir voru bara víða, Evrópa og Bandaríkin og víðar, en það var alltaf í lagi vegna þess að við fórum og sofnuðum bara á ströndinni, bara á hvítum eyðimerkursandinum og sem betur fyrir voru ekkert snákar eða köngulegar eða eitthvað svona á einu sem gátu bitið okkur á næturnar. Þannig að við bara lögðumst til svefns við ströndina, horfum upp í heiminin, heiður heiminn og ég gat ekki beðið eftir að vakna daginn eftir og upplifa það sem ég langaði mest af öll í heiminum að sjá, almyrkva á sólu. Mér leið bara svona eins og þegar maður krakki daginn fyrir aðfangadag, bara
gat ekki beðið. Já. En svo vöknum við morguninn og þá vöknum við upp við mjög vondan draum. Í fyrsta skipti heilan mánuð eiginu var allskjað og Já. grenjandi rigningin á grunnu. Þannig að ég ætla bara þvílíku vonbrigði að vera komin alltaf þessa leið, en svo er svo magnað við almyrkva og sólu að það breytist allt. Meira sem veðrið getur breyst á meðan myrkunum stendur og það getur orðið hagstæðar á meðan myrkunum stendur. Þannig að svona 10 mínútum fyrir almyrkva þá opnast himinin nægilega mikið, nægilega margar glöfur í skýjahöluna til þess að sólin sæist í gegnum skýin. Þannig að ég set upp gleraugun og sé náttúrulega bara svona pínlítir segð eftir sem á eftir að hylja og svo þegar almyrkvinn skellir á þá er það bara augnablik sem ég gleymi aldrei, það sem eins og þessi skrúanir í ljósinu, maður sér þessa glæsilegu breytingu og birtu í kring og finnur fyrir hann megin skinni þegar kólnar hressilega Já. og svo heyruru fuglana þagna og á himninum blasir við kolsvart tunglið fyrir framan sólina, heyrur hann alveg og perluhvíta ára í kring sem er algjörlega ólýsanleg. Þetta var mér algjörlega ofviða, þannig að ef að fólk vil vita hvernig ég brást við þá Já. getur að lesa bókina. Og getur að lesa bókina með Yes. Svo er náttúrulega svona alls konar svona fleiri sögur og svona umræður mitt þess að fara eitthvað klóstið þannig að rétt Það er mjög mikilvægt, sko, milli 1740 og Já. 1755, miðvikudaginn 12. ágúst, er bannað að fara á klósettið eða fara eitthvað inn að gera eitthvað annað. Já. Þá er myrkvinn okkar í hámarki Já. og stutt í almyrkvann sjálfan. Og þessum tímapunkti er alltaf breytast hvað mest. Út að sjá svona silfurlitaðan bjarma og birtun í kringum þig. Já. Skýin verða öðruvísu litin, það er svo sólin sem setjast alls þær í kring samt í sólin hátt á lofti Já. og ennþá björt ef ekki almyrkvinni skollin á. En ef þú ferð, það er svo stuttur í okkur líka, Já. ef þú ferð inn á ögurstundu, Já. þá bara reynilega missir af almyrkvanum. Einmitt, ég þarf, þetta væri típist að ég myndi lenda í þessu sko, þannig ég ætla að fylgjast mjög vel með þessu sko. Það bara halda í sér að þú eru búin að pissa. Já, hafa bókina bara álega ámitt til að vita nákvæmlega hvenær ég á ekki að fara að pissa sko. Svo voru eitthvað svona skemmtilega sögur hérna, fannst Heliumsagan með brefið sem barst ekki tímalega, mjög skemmtileg. Já, akkurat. Það er náttúrulega hérna, publish or perish, það er oft sagt í vísindum, ef Já. þú tilkynnir ekki uppgötvunar þinnar, þá bara verður einhver fyrir til Já. og fær heiðurinn. Og það var maður sem heit Piers Jules Janssen Já. sem hefur snert líf okkar allra á ótrúlegan hátt, ekki bara fyrir það að uppgötva helium í sólmyrkva, heldur líka fyrir að leggja grunninn að kvikmyndatækninni. Já. Sem er mjög skemmtilegt, af því að Einmitt. hérna, þessi franski vísindamaður, hann var áhugasamur sólmyrkva, algjör hetja, flúði París í stríði á, hérna, með loftbelg, en það gerist á svona rétt ríflega 100 ára fresti að Venus gengur fyrir sólina og þá getur gert mælingar frá 2 stöðum á jörðinni sem bara svona risastór þrýðningur Já. til að miða Venus út með við sólina og þá breytist þarna pínlítið svona hliðrun og þá getur reikna út hversu langt í burtu sólin okkur er. Já. Áallega fjarlægina. Við vissum ekki hvað sólin var langt í burtu alveg fram á lok 19. aldar Nei. og Pierre Jules Janssen vildi svara því og til þess að gera það og gera mælingarnar eins og nákvæmara mögulegt var þá nýtti hann sér glænýja tækni sem er ljósmyndatæknin og bjó til svona myndabissu tæki sem geti ekki margar ljósmyndir með Já. stuttum tíma og það voru í Fraklandi bræður, Lumière bræður sem sáu þessa uppfinningu Janssens Já. og bara the rest is history, eða ekki? Já. Þannig var kvikmyndatæknin til. Í raun og veru var hún til vegna forvitni manna það hvað sólin er langt í burtu frá jörðinni. Sem ekki ekki, sko. Já, fullkomin svona hliðarverkun þess Já, já. að fá vídeo. Ekki spurning, en líka bara er út um allt. Bara einhvern veginn svona forvitni manna aldur jarðar, litið til þess að bensín var bannað, blý var bannað í bensíni, sem dæmi. Já, einmitt. Á endanum og fullt af bara tækni sem er fundin upp fyrir eitthvað allt annað viðfangsefni Já. sem síðan hefur hagnýtt gildi eða hagnýtt nota einhvers þar annar staðar og Já. myndabissuna hans Janssenis er dæmum það. Akkurat. Það var myndum sko. Nýjasta dæmi kannski bara þú veist Ozempic með með þyngdarstjórnunarlyfið þyngdarstjórnunarlyfið sem akkurat. Var fyrir sykursýki. Akkurat sko. Ertu með eitthvað svona pælingu fyrir næstu bók eða kannski viltu ekki segja? Ég er búin að ákveða hvað næsta bók verður. Okay. Hún heitir Augu, eyru, munnur, nef. Já. Fjallar það hvernig við sjáum, hvernig við heyrum, hvernig við finnum bragð, hvernig við finnum lykt. Það er nefnilega mjög áhugavert og tengist samyndum sem eru í loftinu og hefur einhvern veginn áhrif á lyktaskynið okkar. Við höfum þróast með ákveðna eiginleika til þess að finna ákveðið bragð, ákveðna lykt og heyra ákveðin hljóð og svona og sjá ákveðna liti því að stjarnan okkar er svona litin. Það tengi öll þessi skynfæri bara beint við náttúrunni í kringum okkur og þá er það til mjög margar svona töfrandi sögur sko. Já, merkilegt. Man bara, þetta er geggjað.
er svolítið svona tilfinningi sem maður vil koma á framfæri til krakka sérstaklega, sko. Það er náttúrulega það er svo gaman að ég myndi að efla þetta. Já. Ég man þegar ég var krakki, það var eitthvað svona, það myndi líka tölvuleikir mannslíkamann sem endast að spila, það var eitthvað svona, skeleton, jésús, eitthvað beinigrind sem var eitthvað alltaf eitthvað, Akkurat. benda mann á hluti og það hefði sér þetta. Já, við erum alltaf vantilega sömu kynslu líka sem horfði á einu sinni var lífið og allt þetta. Gott sjónvarpsefni. Heldur betur gott sjónvarpsefni. Mjög gott sjónvarpsefni. Já. Er eitthvað svona þar búið að elda stíla þannig að einu sinni var? Já, það er nú í gangi núna á RÚV. Já, það má rifja þetta upp og mér finnst þetta fínt, sko. Litli 5 ára strákurinn minn setur þetta reglulega á. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt að horfa á eitthvað beinin og vöðvana og hjartað og svona, sko. Litli kallana sem að gegna mismunandi hlutverkum, sko. Nákvæmlega. Það er bara fallegt. Þú má reyndar nefna það líka að það er að koma teiknimyndir þessar bækur. Já, það? Sem eru byggðir á þessum bókum. Ok, með Eliassi. Teikningarnar náttúrulega eru innblásnar af húnum, en það er fyrirtæki Ketchup Creative sem er að útbúa þær og þær verða sýndar á RÚV. Okay, já, ég kannast við Ketchup. Það er ekki orðið opinbert, þannig að ég er að afhjúpa eitthvað. Geðveikt. Núna, og það er stefnt á því að hefja sýningar í haust á fyrstu myndirum sem verður þá byggð á sólkerfinu og fleiri. Bara haust 26? Já. Vá, glæsilegt. Yes. Sem er mjög skemmtilegt. Það er aðeins til hamingju með það. Já, þakka. Og ert þú þá að tala inn á það? Ég ætla að vona það, sko. Ég er alltaf til ef einhver villa. Jú. Ekki með eitthvað svona uppáhalds, svona lifandi vísindamann núna, svona eins og... Nú lifandi vísindamann? Já. Svona þekkt, eða er það kannski bara þessi klassiki Neil deGrasse, eða... Ég hef hitt hann. Já, ég mitt. Já, sko, mín fyrirmynd var maður sem heit Carl Sagan. Já. Og hann alltaf var með kosmosstættinu uppálega og svona. Og hann kveikti rosa mikið áhuga minn ekki bara á stjarnvísindum, heldur líka bara öðrum vísindagreinum. Já. Og þegar hann náði að tengja saman svona stórar hugmyndir við litlar hugmyndir, þá verður heimurum bara svo rosalega töfrandi. Bara, þú veist, þetta lögmál gildi líka í kringum svarthol. Og það bara, geggjað. Eða saga vísindana, hvernig hún er bara saga af endalausu mistökum og tilraunum og þess að svo byggjum við bara ofan á það. Og einhvern veginn fyllist bara með meira auðmýkt gagnvart því þegar maður veit ekki eitthvað og hann kendi mér þetta svo sem eiginlega bara allt saman. Þannig að hann hefur alltaf verið svona mín mesta fyrirmynd og skrifa líka óskaplega fallega bækur með svona prósalega ljóðrænan texta. Og ég heitlaðist mjög mikið af því og bækurnar hans er innblástur fyrir þessa. Það sem ég langar til að segja krökkum ekki bara hvað við vitum, heldur líka hvernig við fundum það út og hvernig við vitum það. Já. Vonandi skemmtilega sögur af vísindafólki sem að þurft að leggja hart að sér. Jú, það er það. Ég er búin að vera að skoða þessa bók, sko. Bara, það eru skemmtilega sögur. Takk fyrir það. Við erum náttúrulega, já, ég held að Carl Sagan sé bara mjög gott sjátt. Gott sjátt í rauninni, sko. Já, akkurat. Sko, Neil Tyson, hann er kannski ekki uppáhalds. Nei. Hann er bara frábær fyrirmynd og frábær miðlari og ég var svo heppinn að hitta hann fyrir 2 árum í New York. Já, mitt. Kíkja á skrifstofan hans og það var mjög skemmtilegt. Nice. Já. Kannski saga sem getur sagt. Ég get svo sem alveg sagt þessa sögu, sko. Já. Hún gerist þannig að hann var staddur hér á landi, var hluti af einhverju skipaferð eða eitthvað þannig, kom í land í smá stund og fór í heimsókn í Hellisheiðarvirkjun eða eitthvað þannig um maður rétt. Og það birtist á Vísi fréttum að hinn bandaríski stjörnusæfar væri á landinu. Og mér fannst það mjög fyndið og fleirum fannst það fyndið. Mjög gott. Og við Neil, sem við kalla Neil, buddies, sko, við eigum sameiginlega minn sem heitir Babak. Ég skrifaði bók með Babak. Þannig í gegnum hann þá komst ég í tengsl beint við bara Neil sjálfan. Spyrir, í fjölmiðlum varstu kallaðir þú baðinn bandaríski ég var að spáði hvort þú hefur áhuga að hittast, tekum mynd á okkur og bara það væri svolítið fyndið. Hún fannst ekki reynilega fyndið og skemmtilegt líka. Svo ég því miður farin af Íslandi en næst út í New York, heyrði ég mér og við græfum þetta. Þannig að ég fór til New York skömmu seinna, svo bara, ég mættir ég var að hittast og spjalla, bara ekkert mál og þá tókum við myndina. Við mættum byrja að gera þetta ofta, sko, bara kalla einhverja aðra hinn ameríski eitthvað útgáfa af Íslandíki. Hvað væri þú mögulega? Ég væri náttúrulega auðvitað, sko, Jack Black væri þá hinn ameríski Willi Netto. Já, ég held að, Harrið þarna, hinn ameríski Willi Netto er þessar myndi alveg reitt. Eða eitthvað svona svip á þannig dæmi, sko. Já. En þetta er náttúrulega, sko, ég talandi sko, Carl Sagan áðan og varst að tala svarthol, sko, þetta er eitt, held ég óhugnanlegasta fyrirbæri sem ég veit yfir höfuð, sko, ég bara get ekki hugsa svarthol og þess að svitna aðeins.
Nei, ég skil það mjög vel. Svarthólur náttúrulega eru mjög svo heillandi staðir. Það er að segja úr fjarska, ekki að vera nálægt þeim endilega. Nei. En þú þá með svona interstellar pælingar eða eitthvað svoleiðis líka í huga. Það var náttúrulega sko fullt af einmitt bara vísindablöðum vísindagreinin sem komu eftir Interstellar myndinu, það þurfti svo mikið að rannsaka hvernig þetta Akkurat. Sem svo fyndið sko, því að vísindamenn hafa og þurfa að berjast fyrir öllum styrkjum sem við fá. Já. Og í ljósi þess að þá stundum aldrei fram út frá öðrum vísindum að það sé bara svona einhvers konar peningar sem drífi áfram ákveðnar vísindagreinar Já. til þess að kasta rýrð á þær, þar að segja en stjarnvísindamenn til dæmis höfðu aldrei fengið nægilegt fjármagn til þess að nýta ofurtölvur í að teikna upp út frá öllum lögmálum og því bara hvernig svona risasvarthol geti litið út. Já. Svo kemur allt í einu skemmtanaiðnaðurinn með fullt af peningum til milli handana, Já. aðganga ofurtölvum og þá var hægt að útbúa tölvu líkan af því hvernig risasvarthol líta út og það var bara mikilvægt fyrir vísindin, fyrir Interstellar að rannsaka það. Og það var náttúrulega vísindamaður sem tók þátt í því, Kip Thorne, fremsti sérfræðingur heims í svartholum. Þannig að jú, við lærðum helling á þá hvernig risasvarthol líta út með því að gera Interstellar myndina sem er magnað. Það er bara einmitt glæsilegt. Þetta fer oft mjög vel saman sko, listageirinn og vísindageirinn. Bara ekki spurning, það er bara innblástur báðum megin sko. Já. Svo við þekkjum bara úr öllum vísindaskálskap og svona sko. Já. Þannig já. Vísindaskálskap. Ertu með eitthvað svona ákveðið? Ertu meira trekkar? Ertu meira Star Wars maður? Ertu meira eitthvað? Ég er rosa lítill trekkar og rosa lítill Star Wars maður. Hvað Dune? Þú ert Dune maður? Ekki heldur Dune, sko. Ég er rosa heillaður af svona raunsæjum vísindaskálskap, sko. Eins og Interstellar til dæmis. Kontakt sem er byggt á bók Carl Sagan sem dæmi líka. Allt svona sem er mögulegt. Ég hef meiri áhuga á því heldur en einhverjum svona skrimslum og einhverju slíku. Ok, já, ég skilði við. Já, leiðilegast af öllu finnst mér svona stórslýsamyndir svona eins og Independence Day. Independence Day 2, ég fór á henni bíó, ég veit ekki hvort þú fórst á henni bíó. Þú veist að minnast á hana aðra mynd sem ég þetti umuleg. En í Independence Day 2 að þá svona engdist ég í sætinu og ég get ég hort framhjá allir ruglunni sem er í svona myndum. Já. Þetta bara, fór aðeins og langt yfir strikið í ruglunni, sko. Aðeins og mikið. Varstu búin að sjá Project Hail Mary? Ekki heldur. Hún er skemmtileg, sko. Já, ég hef heyrt það, sko. Hún er hérna nálægt þessu svæði, sko. Þessi svona sci-fi. Já, hún er eftir sama höfund, Martian, hún er mjög skemmtileg líka. Já, ég er ekki búin að lesa, ég er búin að lesa Martian og ég las Project Hail Mary, stór skemmtileg bók líka. Já. Hún er alveg frábær, ég mæli með ef þú ert að velja á milli, sko, þá myndi ég velja frekar bókina. Þótt að myndin sé bara fullkomin útfærsla á bókinni, sko. En fyrir nokkrum árum, sko, talandi svona samband milli vísindi og leiklist, sko, þá var svona fyrir nokkrum árum, þá þurfti ég að gera svona samvinnuverkefni með skólamynd í Köpen og vísindaháskólan í Kaupmannahöfn eitthvað, það var svona kynningum magan og magaflóru eitthvað, en þannig las maður bara endalaust þetta, þú ert náttúrulega búin að gefa út þarna kúkupiss kúkupissuprump, akkurat kúkupissuprump, yes. Já, ég er ekki búin að lesa hana. Þú verður að lesa hana og læra að kúka rétt, sko. Já, ég heyrðu, sko, ef það er eitthvað sem ég er búin að meina að gera síðustu árin að læra að kúka rétt, sko, þetta er búið að vera. Já, en hún er bara akkurat, þú veist, já, en halda áfram með söguna, fyrir ekki. Nei, bara, mér finnst bara merkilegt að mitt bara, ef við fyrir út í þá bók, hún að vera að tala um þetta sólmyrkva, við erum ekki spoila alla bókina, kannski, svona höskuldar viðvörun, sko, talandi um það er mitt merkilegt hvað maður lærir svo mikið nýtt í gegnum svona samstörf og mitt svona fullkomin samband milli vísindar og listar eins og með þarmaflóruna. Ég vissi aldrei ég vissi ekki lengi hversu mikilvæg hún væri. Nei. Bara fyrir manns líkamann. Þannig að þú ert farin að drekka LGG og eitthvað svona. Já. LGG, trefjar, chíafræði og eitthvað svona. Já, akkurat. En ekki beint chíafræði, það setja í vatni. En hugsaði líka hvað það er dásamlegt. Leið og lærir eitthvað nýtt og getur tilengar þessa þekkingu og bætt líf þitt. Það er bara dásamlegt. Og þess að náttúrulega koma framfæri við náttúrulega börn sérstaklega. Já. Og auðvitað fullorðna sem að kannski gleyma þessari þekkingu eða tilenga ekki sér hann ekki og svona. Já, fullorðnir gleyma sér oft. Í svona bara daglegan amstrinu. Ekki spurning. Daglega amstri, sko. Já. Þurftir að leika þá þarmaflóru eða hvernig það var eitthvað svona þetta voru voðalega listrænar uppsetningar á alls konar svona þarmaflóru. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var. Þetta var svo það var mjög listrænt en samt að reyna að vera fræðandi líka. Það var
En hefði ekki virkað bara betur ef þetta hefði verið fyndið Jú, og svoleiðis í staðinn fyrir að vera mjög listrænt, þú veist, einhvern veginn held ég að Jú. þú náir frekar til fólks með því að vera meira svona skemmt að því, frekar heldur en að vera eitthvað svo djúpt, skilur hvert ég er að fara, sko. það alltaf besta leið til þess að fræða fólk, Já. sko. Það með eitthvað svona grín fræðslu. Akkurat. Það eru náttúrulega sko mörg svona hlaðvörp heiminn, svona vísindarleg sem eru bara mitt ofta að fá bara eitthvað svona grínista Já. og vísindamann til þess Akkurat. að tala saman, sko. Þetta er nefnilega nákvæmlega saman hvernig maður miðlar vísindum á árangursríkan hátt. Já. Það er að reyna að höfða til heilans að sjálfsögðu, höfða Já. til hjartans með því að vera með eitthvað fallegt sem að snertir þig, en líka fáðu til að hlæja, þannig að nota magan í leiðinni. Og þú notar þetta þrennt, þá nærðu bara býstna ágætum árangri, sko. Já, ég held að það sé hárrétt, já, sko, því ég mani mitt svona það sem ég fannst leiðilegast í skóla var mitt það sem að miðlað á leiðilegasta hátt, Já. einhvern veginn. Mhm. Þá var mitt maður í grunnskóla í Portugal og það var, þú veist, ég held að margir starffræðikennar til dæmis sé ekki þekktir fyrir húmórinn sinn einhvern veginn og það náttúrulega ótrúlega erfitt að setja grín í starffræði. Já. Ég held að sé bara ótrúlega vinna ef þú ert kennari sem að hafa starffræði grín, þá ertu alveg að standa þig mjög vel bæði sem kennari og sem grínisti. Ég var alveg til að heyra svona starffræðabandara. Já, bara eitthvað svona, ég veit ekki, getur maður að gefa fyndin reiknidæmi eða eitthvað svona, þú veist hvort Það er örugglega hægt. Já, það nefnilega, þú veist, það er miklu auðveldara kannski að miðla fyndna sögu. Já, Sagnfræði er svona alltaf hægt að gera einmitt. alls konar fyndi út af það, náttúrulega nýst svo mikið á mannlegu hliðina, þannig að það einhvern veginn. Já, ekki spurning, sko. Og bara ýmsar sögur sem eru sjálfurlendi eru bæði Já. þú veist, hlægilegar Já, og líka pínu sorglegar kannski, skrýtnar. Ég held að það höfði allt saman til fólk, sko, og svo maður segir frá því bara með hjartanu og þá, já, séu öll að hrífa fólk með. Þannig að eitt af því sem ég hef tekið eftir núna, ég er búin að vera núna næstu 2 árum í að vekja þjóðina það sem við erum að fara að upplifa 12. ágúst. já, Og mér finnst ég ekki ennþá hafa náð nægilega miklu árangur í því að ég heiti ennþá fólk sem segir, já, ég hef eiginlega engan áhuga á þessu. Og þá bara kemur alltaf ljós að þetta fólk veit ekkert hvað máli snýst. Þú hefur eðlumál samkvæmt ekki áhuga á því sem þú þekkir ekki, já, en leiðu búið að segja frá því hvað þetta er fallegt, hvað þetta er einstakt, hvað þetta er ógleymanlegt, þá er ég handvissum að áhugin að minnstu kvikni sem að reyna þitt besta að upplifa þetta einu svona á æfinni. alveg eins hversu lítill áhugi það þú hlýtur að geta gefið þér 2,5 mínúta í að sjá þetta, skilur. Já, fyrir utan það, sko. Svo er annars svo áhugavert að fólk er að leigja húsin sín og eitthvað slags og ætlar að fara út fyrir slóðina. Það er svona fyrir mér eins og hérna, Led Zeppelin og Beatlarnir og hérna, ég veit ekki, Bach og Mozart og Beethoven og allir þessir séu að halda tónleika í Laugardalshöllinni og þú býrð inn í Laugardalshöllinni en þú ákveður að fara út á meðan tónleikunum stendur. Já, Ertu ekki í lagi með þig? einmitt. Og vera fyrir utan höllun og heyra óminni staðan fyrir að vera inni í partíinu og stemningunni og upplifunni sem er að sjá þetta á sviði, sko. Það hárið, ég verð bara heima hjá mér, sko. Presley eða hvað það er sem er hann líka tróðið upp, sko. Allir snúnir ekki gegnum miðilsfund, hendur bara í raunveruleikanum, sko. Já, nákvæmlega. Og þannig að hérna, skilabú mín til fólk sem að þykist alltaf að fara út fyrir slóðina, þar sem að slóðin liggur yfir vestasta hluta Íslands, þar sem hún sér almyrkva. Ok, leiðu húsið þetta alltaf, en ekki fara út fyrir slóðina, verður inn í slóðinni sama hvað. Já, bara allavega þann dag. Já, bara akkurat þennan tímapunkt þá er nefnilega upplifunin allt öðru sér alveg saman hvernig viðrar. Hún er alltaf einstök og ógleymanleg inn í almyrkvaslóðinni sem það er ekki fyrir utan hana. Þótt að fyrir utan hana sjáast djúpur og fallegu deildarmyrkvi þar sem að tungli heilu sólinu bara hluta til. Já. Þá er bara munurinn á deildarmyrkvi og almyrkva svo gigantískur að það er sama hvernig viðrar, alltaf algjörlega einstök og ógleymanleg og falleg upplifun. Já, ég er alltaf að spennast upp hérna Ég sé það. fyrir þetta, Fyrir Sævar, erum við ekki bara góður í bili í dag? Ég hugsa það. Bara fá að koma einu framfæri. Já. Það er eitt sem að fólk gleymir oft. Fólk heldur að það þurfa að nota sólmyrkvagleraugun allan tíman, en það er bara meðan þú horfir í átt að bjartri sólinni, en leið og almyrkvun skellur á, og tekur gleraugun af og horfir með berum augum. Svo þegar almyrkvun búinn, setur gleraugun upp á ný og fylgist með deildarmyrkvum klárast, ræsir grillið, góða drykki, hefur það gott og fagnar sögulegum hátíðisdegi sem þú upplifir aldrei aftur á Íslandi. Ekki nema hún náir að verða meir en 170 ára. Nei, nokkvæmlega. Gæti gerst. Gæti gerst. Við bindum miklar vonir við læknavísindi. Og hvaða dagur verður þetta aftur? Núna, 12. ágúst, miðvikudagur. 12. ágúst. Síðdegis, hún að vera úti frá svona 3:30 til svona 7 að minnstu kosti. Já. Fylgist með öllu, glerugu, sjónaugar, sólasír. Svo ef fólk fer inn á síðan á solmyrkvi2026.is
þá þar hægt að finna húsið sitt, smella kortið og þá getur séð allar upplýsingar nákvæmur upp á sekundu, hvenær allt byrjar, í hvað áttu að horfa, hvort það sé eitthvað að skyggja á þig, hús og framvegis, Já. sólarhæðina, allar upplýsingar. Það magnað. Þetta svona fjársjóðskort, sko. Já, ég ætla að skoða þetta bara núna eftir þetta. Já, glæsilegt, líst vel á það. Og svo bara segir svo Jay Sherman, buy my book, eða ekki? Já. Buy the book. Sólmyrkvar. Yes. Takk fyrir komuna. Mínir ánum, takk. Þú varst að hlusta á Bókahilluna, hlaðvarp frá Forlaginu. Þátturinn var tekin upp í Forlaginu. Bókabúð Forlagsins opin alla daga og einnig hægt að nálgast allar útgáfur á forlagið.is. Við þökkum fyrir hlustunina.